Jæja, velkomin í Þjóðminjasafnið á fyrirlestrarröð safnsins. Guðrún Dröfn Whitehead komin og ætlar að tala við okkur safnafræði og nýja hreyfingu þar sem heitir þá bara Punk in Museology eða ekki á ensku og sprottin upp í Englandi. Eins og punkið í den. Sem gamall punkari þá ég bara spennt að heyra hvernig að safnafræðin tekur á hugmyndafræði punksins og Guðrún Dröfn, gjörðu svo vel. Takk fyrir. Nú, ég ætla að byrja bara á því að þakka Þjóðminjasafninu fyrir að hleypa mér að og hleypa inn þessu punki og kannski þessum uppreisnargjarna fyrirlestri. Það er sérstaklega gaman að fá að halda hann hér. Ég hélt hann upprunalega á Þjóðarspeglinum í fyrra, þannig að þetta er svona svolítið áframhald á því. Ég skal reyna að halda mig á mottunni en ég get ekki alveg lofað því að þetta er punk. Nú í dag þá ætla ég að fjalla þessi ný jaðarsamtök sem er að spretta upp í Bretlandi og kalla sig Punk Museology eða Punk safnafræði og þau eru í raun og veru að nota hugmyndafræði punks til þess að snúa upp á og reyna að þróa söfn áfram í einhverja algjörlega nýja átt í framtíðinni. Áður en ég fer að fyrirlestrinum þá bara smá plögg. Þetta er bók sem við getum skoðað meðal annars á bókasafni Listaháskóla Íslands og niður í Háskólabókasafni og væntanlega niður í Borgarbókasafni fljótlega. Það sem verið að tala tísku og fatnað og hvernig hann mótar okkar hugmyndir einstaklinga og sögu og ýmislegt fleira. Þannig að endilega kíkja á hana. Hérna eru nokkrir lekkir. Punksafnafræðin er á Tumblr og Twitter. Og þessi rannsókn byggir upphaflega á því að þegar punksafnið opnaði þá höfðu þau samband við mig og báðu mig að skrifa punksafn Íslands út frá þessari hugmyndafræði þeirra. Þannig að þið getur fundið hana líka á Tumblrinu hjá þeim, þessu upprunalegu grein og skoða hana. Og svo bendi ég náttúrulega að lokum á það að safnafræðin líka á Háskóla Íslands er á Facebook með síðu, þannig að getur fylgst með því hvað við erum að gera þar. Nú, þá skulum við bara byrja á þessari spurningu. Hvað þýðir punk safnafræði? Nú, við fyrstu sýn er þetta ekki endilega svona hugtök sem þú tengir saman á þennan hátt. Fyrsta sem að þarf að hugsa er þá hvað nákvæmlega er safn og hvað eru safn að gera. Nú, samkvæmt þessum samtökum þá er söfn sögulega séð endurspeglaði viðhorf ríkjandi meirihluta samfélagsins sem að þýðir að þau rekja uppruna sinn til ákveðna svona þjóðernishyggju og hugmynda það hvernig við viljum endurspegla okkur út á við og inn á við. Sem sagt, hvað er merkilegast í okkar menningararfi? Nú á Íslandi sannarlega eru söfnin sprottin akkurat upp úr þessu að Ísland var að móta sínar hugmyndir hver við vorum og að vinna að okkar frelsi og þá skiptu söfnin gífurlega miklu máli. Þau sýndu að við værum einstök þjóð, við gætum staðið og ættum rétt á að standa ein án Danmerkur. Við hefðum eitthvað menningararf og sérstaklega bókmenntararf sem að skipti máli og þurfti að halda utanum. Og í Bretlandi auðvitað þá tengist þetta til dæmis nýlenduhyggju og ýmsum hugmyndum þar að það þurfti að koma inn og þessar nýlendur, þetta voru óþróaðar þjóðir og Bretland var að koma inn og bjarga þeim og hjálpa þeim að þróast áfram í þetta ný menningarlönd. Og það er þessi kjarni, það er þessi þjóðernishyggja kannski. Og þessi viðhorf sem að endurspegla einhvern veginn svona viðhorf flestra í samfélaginu, hvort sem það er Ísland, Bretland eða annars staðar. Og með þennan kjarna það þýðir það að allt sem hefur komið á eftir hefur litast af þessari hugmyndafræði. Og það er það sem þau vilja breyta. Nú nýja safnafræðin, hún segir að söfn eigi að hugsa núna sitt samfélagslega hlutverk sem að þýðir að leið og söfnin eru styrkt þá ber þeim ákveðin skylda gagnvart samfélaginu. Þannig að ef þau ætli að fá áframhaldandi styrk þá verður það að sýna fram á og þau hafa eitthvað hlutverk. Annars þá verður þau bara úrelt og missa einhvern veginn algjörlega tilgang. Þá hættir fólk að koma. Þannig að þau þurfa einhvern veginn að þróast. Það er ekki nóg að vera með safnkost og vera að tengja safnkostin við samfélagið í dag.
að við erum stöðugt að nota fortíðina á einhvern hátt. Við erum stöðugt að endurhugsa fortíðina út frá því sem að gerist í dag og tengja það á einhvern hátt saman. Og það eitt af því sem að styrkur safna. En ef að söfn eru að endurspegla þetta viðhorf ríkjandi meirihluta, þá þýðir að þau séu líka þakkandi. Af því það eru svo margar aðrar raddir sem ekki komast að. Þannig að þegar þú gengur í gegnum sýningu, hvaða viðhorf sérðu þar fyrir? Verið að endurspegla konur eða fatlaða eða samkynhneigða eða hvaða nú Þannig að hvaða sögu erum við að segja? Að því leiðir við stillum upp sýningu, til dæmis, þá erum við að ákveða hvaða hlutir fara inn og hvaða hlutir fara ekki. Hvernig söguþráðurinn vindur fram, hvaða tímabilum við erum að hampa, hvaða fólki við erum að hampa og hvaða fólk við erum ekki að tala og hvaða tímabil við erum ekki að tala. Og það þetta þakkandi afl sem að söfn geta haft. Söfn eru þannig með ákveðna nostalgíu því við horfum aftur í fortíðina út frá einhverjum þessum þjóðernisfræði og þjóðernishyggju og svo framvegis. En á sama tíma þá eru söfn að sjálfsögðu að reyna að viðhalda ákveðnum vísindalegu vinnubrögðum sem að þýðir að þau starfi samkvæmt því að þau séu með ákveðna fjarlægur hlutleysi frá efninu, að þau segja söguna eins og hún gerðist. Og auðvitað þá ber almenningur ákveðið traust til safna yfir höfuð. Sem að þýðir að fólk trúir því að þegar fer inn á safn þá segir þau rétt og sagt frá. Það getur treyst upplýsingunum að þau séu að fá að heyra þennan raunverulega sannleika. En nýja safnafræðin segir það ekki til neitt hlutleysi. Það bara mýta. Það ekki hægt að segja hluti sem sannleika af því við höfum ólíka skoðun á því hvað gerðist, hvernig það gerðist og hvort það var réttlætanlegt. Þannig að þessar ólíku skoðanir eiga á einhvern hátt geta komið fram inn á söfnum. Þannig að þarna kemur þetta samfélagslega hlutverk safna sem fyrsti grunnur, fyrsta hugmyndin. Söfn eru frekar hlutdræg og vinna innan þessa vísindalega ramma sem hérna. Svo kemur pönkið. Það ekki hægt að gera pönki algjörlega skil í hálftíma fyrirlestri. Það bara ekki hægt. Þetta alveg gífurlega löng saga og skiptir máli bara og tengir þetta við ýmsar sögur. En í grunninn þá þetta jaðarmenning sem að kemur til vegna óánægju. Hún skapast vegna óánægju í Bretlandi hjá verkamannastéttunum yfir bara lífinu, yfir því hvernig standardin var af þeirra lífi hjá fólk af þessari stétt. Það var atvinnuleysi og það var fátækt og þau vildi fá eitthvað meira, þau vildi fá eitthvað annað, þau voru óánægð með hvernig málin vörðu þau. Í Ameríku þá var þetta aðalega millistéttar unglingar og þar var þetta kannski ákveðið bara leiði á fyrri kynslóðum, leiði á því að hipparnir voru ekki alveg bara að taka þetta nógu langt, þessi hugmyndir að losa sér frá samfélaginu og þau vildu einhvern veginn bara losa sér frá þessu öllu. Þannig að það uppreisn og reiði sem að liggur einhvern veginn í kjarna stefnunar. Þannig að þetta ákveðin jaðarmenning og þá viðnám gegn þessum ríkjandi meirihluta, gegn þessum viðteknu gildum og hlýðni, gegn ríkinu og kapitalisma og öllu þessu. Þetta tengdist tónlist og list, tísku og siðferði eða siðferðisleysi. Þetta tengdist ekki endilega ákveðinu pólitísku stefnu, heldur frekar stefnuleysi sem að þýddi að það voru raddir, það var rými fyrir ólíka raddir. Það voru rými fyrir pólitískar og ópólitískar raddir. Þú gast verið með femíníska texta eða eitthvað allt annað, þú gast verið með kallræddu. Það skipti engu máli og meðan þú varst á einhvern hátt að sýna eitthvað viðnám gegn einhverju. Það náttúrulega eitt af því sem var ríkt í pönkinu var að það var þetta DIY, do it yourself, að það þurfti ekki alltaf að vera fullkomið, það þurfti einfaldlega að við gera það. Það þurfti ekki að vera fagmannlegt. Það þurfti bara að veita einhvers konar viðnám gegn þessum ríkjandi hefðum og gildum. Þannig að pönki snýst alltaf þetta, að vera reiður, þetta stjórnleysi og vera bara svolítið óæskilegur og að það sé einhver sem að sé kannski pínlítið hræddur við. Og það eiginlega bara langbest. Og svo það pönk safnafræði. Og hvernig ætlarðu að tengja saman þetta íhaldssömu söfn og þetta stjórnleysi í pönkinu? Og það einmitt það sem að þessari pönksamfélög ganga út af. Það sem þau segja þetta bara alls ekki nógu gott að söfn séu ennþá að vinna innan þessa ramma. Þau ekki vera svona íhaldssöm.
Söfn eiga reyna að veita viðnám gegn þessari stöðluðu aðferðafræði og vinnubrögðum. Þau vilja fá verkefni og fólk og söfn með sér í lið að reyna að breyta einhverju og hafa einhver raunveruleg áhrif. Samkvæmt þeim þá vissilega ákveðin umræða í gangi þetta samfélagslega hlutverk, en það ekki nógur umræðu. Það að gera raunverulega breytingar á einhvern massa skala, ekki bara eitt og eitt safn, heldur öll söfn, alls staðar. Og þegar hefðbundnar aðferðir bregðast, og það verður ekki nóg mikil breyting, þá þarf að taka við einhver óhefðbundnar aðferðir og pröfa sig áfram, og þarna kemur pönkið og pönksafnafræðin inn í. Sem sagt, að valda einhverjum usla og veita viðnám gegn venjum og hefðum. Þau vilja ákveðið niðurrif. Þau vilja að söfn, sem sagt, séu algjörlega rifin niður, algjörlega sundruð og byggja upp á algjörlega nýjan grunni. Af því að grunnurinn þjóðernishyggja og svo framvegis. Það eitthvað sem þau vilja algjörlega forðast. Þannig að þau vilja bara rífa þetta niður og byggja algjörlega upp á nýtt. Þannig að þið sjáið að það ekkert lítil stefnuskrá hjá þeim. Þau vilja bara rífa allt niður og bara vera með anarkisma inni á íhaldssömum stofnunum og þetta náttúrulega dálítið stórt stað. Þannig að þau eru með 5 liða stefnuskrá sem að þau ætla að vinna eftir og þessum helstu baráttuatriðum sínum. Þetta fyrsta. That museum practice always needs a kick up the arse. Þetta sem sagt fyrsti punkturinn. Fyrsti punkturinn sá niður með stolt og stærilæti. Af því að í fyrsta lagi þá eru söfn ekki eini fræðslu vettvangurinn í dag. Við getum fengið upplýsingarnar okkar hvaðan sem í fréttum og Facebook. Við erum að fá nýjar og nýjar upplýsingar hverjum degi og við erum að fá falsfréttir og raunverulega fréttir og leiðréttingar og við getum fengið þetta allstar. Þannig að söfnin í raun og veru ekki einu það. Þannig að það ekki það sem gerir söfnin einstök. Hvað þá sérstakt við söfnin og hver raunveruleg sérstæð þeirra sem að maður byggja upp eitthvað verulega sérstakt? Söfn hafa vissilega gert margt mjög mikilvægt í sínu starfi. Það hefur verið með sýningar sem hafa snert á mjög mikilvæga málefnum og fleira og það mjög góð byrjun. En ef þú ert of stoltur fyrir því sem hefur gerst vel, þá ert blindaður fyrir mistökum. Sem að þýðir að söfn ekki verið of stolt af því sem gerist vel, heldur að vinna áfram að einhverju nýju. Breyta einhverju fleiru og halda svo áfram. Það einmitt það málið, niður með stolt og stærilæti. Það sem að gengur líka kannski tímabindi í augnablikkinu frábært, eftir nokkur ára það úrelt eða getur snúst í andhverfu sína. Þannig að hvað erum við raunverulega að gera og hvernig getum við gert það? Niður með þægindi og sinnuleysi. Þægindi koma í veg fyrir það að söfn vilji breytast og þau koma í veg fyrir það að söfn vilji gera betur. Þannig að við eigum ekki að starfa innan þægindaramans. Við eigum ekki að fara út fyrir hann líka og vera með dálítið læti. Niður með værukærð og kyrrstöðu og status quo. Það einmitt þetta að reyna ekki alltaf að halda í við þennan meirihluta stefnu, heldur að móta okkar eigin. Að vera frekar að segja, hérna eitthvað stórt mál, hvaða ólíku raddir getum við tekið inn í þennan pakka? Hvað getum við lagt til málana? Hvað getum við gert til þess að hjálpa fólki að sjá ólíka leiðir á sömu aðstöðu? Það það sem við viljum. Vinna ekki alltaf innan þessa þægindaramma. Það nefnilega ekki nóg að gera vel. Það þarf að halda áfram að gera vel og gera betur. Og gera alltaf betur, áfram og áfram. Niður með útilokandi safnastarf, það þetta að hleypa að ólíkum röddum óháð kyni og kynferði og þjóðerni og fötlun og aldri og sama hverju það Allir hafa eitthvað málan að leggja á. Af hverju getum við ekki fengið það inn á safnið líka? Með einhverjum hætti. Númer 2. Lengthy dominance of one group creates dead weight in the museological practice. Þetta tengist þessu sögu safna. Að það alltaf einn hópur sem yfir hinn. Þetta tengist bæði þessu nýlenduhyggju, en þetta tengist líka hjá þeim ákveðnum feminisma. Söfn voru upp til hópa mjög mikið af hvítum ríkum karlmönnum sem að byggðu þetta safnastarf. En í dag það komið gífurlega mikið af konum í starfið.
og þeir eru að hasla sér völl á þessu. Og við viljum fá þeirra röddin. Við viljum fá rödd þessara kvenna inn á safninu okkar, inn á sýningarnar okkar, inn í hugmyndafræðina og inn í starfsferlið og verkferlið. Við eigum ekki að vinna samkvæmt gamla rammanum, við erum með fleiri raddir. Af hverju eru það ekki að sjást meira? Af hverju eru það ekki sýnilegri? Nú, og þá er spurninginni með þessi, rödd hvers erum við að upplifa á sýningum? Nú við þurfum að breyta þessu og auka fjölbreytileika og það er vissulega einhverju leyti fyrir að gera það, en ekki nægilega mikið og ekki nægilega aggressíft. Nú, þau vilja fá breytingar. Rödd og skoðanir ólíkra hópa fólks komið fram á söfnum á virkan hátt. Og það sem þau við hér er til dæmis að söfn þurfa að vinna til dæmis einhverjar þemasýningar og vinna þau oft með ákveðnum hóp sem er verið að sýna. En það er ekki nóg, að því að safni hefur alltaf loka úrskurðunarvaldið. Þau vilja að fólki sjálft ákveði sýningarnar, að fólki sjálft sé að setja fram sína skoðun án þess að safnið sé að filtera einhvern veginn þarna á milli. Án þess að safnið sé að segja, við verðum að vera með ákveði hlutleysi, þannig verðum að deppa ykkur niður. Á ekki vera þannig. Heldur sá hópur sem hefur verið að stilla upp á að hafa loka úrskurðunarvaldið á eigin sýningu og birtingu og rödd. Og við eigum ekki verið að ritskoða hana. Og það er það sem við vilja, skrefinu lengra. Við vilja fá minnihlutahópa og jaðarhópa inn á sýningarnar. Og þau vilja ekki, vilja að þessi sérfræðingar sem að safnið og safnastarfsmenn eru, að þær séu taki einhvern veginn frekar í aftursæti og sleppi fólkinu og einstaklingum og almenningi inn og leyfi þeim að stýra umræðinu betur og sýningum og starfinu. Spurningin sem við getum kannski spurt hér er þá endurspeglar safnkostur fjölbreytileika. Þannig að ef við förum inn í geymslurnar, endurspegla þau þann fjölbreytileika sem er til í samfélaginu, í dag og það áður. Er til ólíka stéttir og ólíkt fólk og ólíkt kyn og svo framvegis inni á sýningum, inn í geymslum, inn í skrám og svo framvegis og er við handbæri. Það er mikilvægt að vera með sérkunnáttu og þekkingu en það eitt og sér er ekki nóg af því að söfn er ekki það einu sem hafa rétt á túlkun og merkingu hlutana. Við það höfum við öll. Sem að þýðir að þegar maður fer inn á safn og er fer með sýningu þá er maður með ákveðna fyrirframótaðar hugmyndir hvað maður muni sjá og hvernig því er stillt fram og maður lesi í safngripin út frá því. Þú sér sverð og þú veist að þetta er vopn og þú veist stríð og svo framvegis. Sem að þýðir að túlkunarvaldið er ekki bara safnsins, þannig að ef safnið stillir sverðinu upp sem fallegu handverki þá breytir það því ekki að við erum samt kannski eftir að tengja það við stríð. Sem að þýðir að við höfum jafna rétt á túlkuninni og höfum jafn mikið vald á túlkuninni og safnið. Og það á að vera meðvitað hluti af sýninguna á virkari hátt. Þetta er þetta næsta. Thesis 3. That museums are often afraid of direct political action for fear of losing public government support and sponsorship. Þetta er nú bara vandamál allsstaðar. Þetta er ekki bara söfnið sem hafa áhyggjur pening, er það? Það eru nú ansi margar stofnanir sem eru undir fjármagnar og eiga erfitt með að bara starfa. Söfn eru náttúrulega augljóslega eitt af því og þetta er kannski svo eina af þeim, getum við sagt, róttækari hugmyndum. Þau vilja að siðferðislegar skyldur komi aldrei fram með efnahagslegt áhyggjuefni. Þannig að þú er aldrei að ákveða að vera ekki að taka virkan þátt í samfélagsumræðum eða siðferðisumræðum eða pólitískum eða samfélagslegum umræðum af því þú er áhyggjur af því að þú missir styrk. Það er aldrei að vera þannig. Þú er alltaf að geta sagt sín fram og láti þínar siðferðislegu og samfélagslegu ábyrgð koma fram yfir öllu öðru. En það sem þau vilja líka er að söfn standi alltaf sjálfstæð. Að þau taka ekki við þessum styrkjum. Að þau einungis með því að fjarlægast þetta ríkis og ríkisstyrki þá getur komast undan fyrir skoðun sem að ríkir þar hverju sinni. En ég meina, þau kom ekki endilega með nefnilega lausnir hvernig söfnið geta staðið undir þeim kostnaði. Og það er náttúrulega kannski ekki alveg svona gerleg hugmynd. En hugmyndurinn að vera svo að ef þau taka styrk þá eru þau á vissan hátt verða þau að taka tillit til ríkisins. Og það er bara svolítið svona catch-22 að mínu eins og ég sé þetta.
Það eitthvað sem þau sjá. Nú, þetta á aldrei að stýra stefnu og starfi safna, þetta fjárhagur og fjármál. Söfn eiga að starfa án aðkomu ríkisins af því það skuldbindur safnið til þess að starfa innan þeirra stefnu sem ríkið þarf hverju sinni. Það dálítið erfitt. Ekki taka hlutlaust við, heldur vera ákveða og virkja og vera virkurödd. Tala söfn sem svona dýr í bandi, dýr í taumi. Nú, en þetta svona ákveðin idealismi og hugsjónastefna söfn geti á einhvern hátt bara að grafið upp þann pening sem þarf til þess að geta staðið undir þessu algjörlega óháð. En það bara þetta að þurfa ekki að vera að leita áfram að einhverjum öðrum heldur en sjálfum sér. Nú, númer 4. That museums are capable of providing space for political, cultural and social debate and are duty-bound to do so. Hlutleysi mýta. Það ekki til neitt hlutleysi. Og þetta ímyndaða hlutleysi eins og þau sjá það fyrir sér hilmir yfir bara pólitískri afstöðu. Þögn nefnilega líka afstaða. Velur hluti, tímabil, uppsetningu, lýsingu, texta. Ekki til neitt hlutleysi. Við þurfum bara að viðurkenna það og fara að taka afstöðu. Það má líka sýna hversu mótsagnakenndur heimurinn og samfélagið Við þurfum ekki alltaf að tala einni röddu. Við megum bjóða inn ólíkum röddum og ólíkum skoðunum. Og það engin verri fyrir það. Þannig bara samfélagið. Og það eitthvað möguleiki á söfnin til þess að vera algjörlega frábær vettvangur fyrir opinberar umræður. Og söfn eiga ekki að láta óttanum neikvætt umtal stöðva sig við því að það vera virk. Ef fólk óánægt eða ósammála, þá það í lagi. Þá á sú umræða farin á safni líka og vera hluti af sýningunni, vera hluti af fræðslunni eða dagskráni. Nú, 5. og síðasta, that a punk ethic and attitude can help revitalize and reframe museological practices, making them more relevant and politically powerful. Söfn þurfa að gera betur. Þurfum að fjarlægast eigin fortíð, hefðum og venjum og standa einhvern veginn sjálfstæð. Þurfum að gera uppreisn og forðast þessa hughyggju, að vera óvægin og sóknardjörf. Forðast nostalgíu og vera mannleg. Við höfum að hugsa þetta DIY, do it yourself. Við höfum ekki að bíða eftir einhver annar gera það eða eftir að við fáum að gera það. Við höfum bara að gera það. Við höfum ekki eftir að bíða eftir einhverja stefnur breytist. Við höfum að taka skarið og skapa okkur sjálf og skapa ímynd safna og hlutverk þeirra sjálf. Við höfum ekki að bíða eftir einhver annar gefa okkur leyfi til þess. Við höfum að forðast idealisma og hlusta á ólíka raddir fólks. Söfn þurfa heldur ekki alltaf að hafa rétt fyrir sér. Við mega hafa rangt fyrir sér og bjóða þeirra umræðu inn líka. Og neikvætt umtal getur líka verið kveikjan að áframhaldandi umræðu. Það lykillinn. Nú, þetta svona, þessi 5 háleiti markmið eins og pönksafnafræðin sér þetta fyrir sér. Og við getum verið ósammála eða sammála því sem þau að gera. En það sem þau að segja svona bara algjörlega róttæk breyting á grundvallar starfsemi safna og það það sem þau að berjast fyrir á einhvern hátt. Nú, næst sem ég ætla að gera að tengja þetta við nullið í Bankastræti og pönksafnið sem var það verkefni sem ég fekk upprunlega í hendurnar. En áður en ég tala sjálf pönksafnið, þá vildi ég segja ykkur nokkur orð nullið í Bankastræti. Og þetta eitthvað sem kom upp í síðasta fyrirlestri og mér fannst þetta vera svolítið spennandi punktur. Nú, desember 2014 var nefnilega samþykkt að láta nýlistasafnið rýmið endurgjaldslaust í fyrir sýningarhald í 1 ár. Þannig að þau fengu að vera þetta með sýningar í 1 ár. Nú, nýlistasafnið kallaði þetta verkefnarými frekar. Það hafði ekki verið notað í 7 ár. Þau vildi kalla þetta verkefnarými af því það opnaði fyrir svona nýja leiðir í list og svona ákveðna tilraunastarfsemi. Nú, það hafði ekki verið notað í 7 ár en það hafði verið mjög lengi áhugi fyrir að nota þetta rými fyrir listsköpun. Nú, Þóra Kristín Ásgeirsdóttir fréttamaður fór á staðinn og tók viðtöl við gangandi vegfarendur þegar þetta var tilkynnt. Og hún talaði meðal annars við Kolbeinn Otto Proppe sem að spurði hvort að þarna pissuskál eins og verkið eftir Duchamp sem þau ekki kannski sum.
að það myndi henta svo einstaklega vel að sameina þvaglát og list. Þóra Kristín svaraði því til að það sem Míló var að ræða, það væri bara aldrei að vita. Álit þeirra á þessari tilraunastarfsemi hjá Míló var því bara frekar augljós. Þetta var eitthvað furðulegt og fyndið og skrítið. Nú, myndin hérna fyrir miðju klósett á Guggenheim-safninu í New York. Nú, þau voru á þessu sama salerni var ákveðið inngrip. Það var listamaðurinn, ítalskur listamaður sem hét Maurizio Cattelan. Hann nefndi verkið Amerika og var með 18 karata gullklósett þarna á þessum stað. Þannig að almenningur hefði aðgang að þessum luxus sem bara 1% þjóðarinnar í Ameríku hefði venjulega aðganga. Þannig að klósetti fekk að standa hérna í 1 ár sem bara nú hafa allir 18 karata gullklósett. Svo fór það og þá kom einhver ónefndur listamaður og var með þetta gullprjónaverk hérna í staðinn, en því miður þá fekk það ekki að standa í 2 tíma að það var tekið af. Það var því miður tekið niður, eftir bara 2 tíma, þannig að það var ekki flott og 18 karata gull. Já, en svona, þetta var kannski hugmynd fyrir punksafnið að gilla að sjá sér skálarnar. Nú, þetta svona list sem að kallast jarnbáming, ef þið þekkið það, og þetta bara allstaðar svolítið inngrip í að fegra borgina, getur verið mjög skemmtilegt. Nú, í það minnsta, það voru töluverðar endurbætur á rýminu og það sem sagt friðað af minjavernd, þannig að það var að gera þetta á mjög ákveðin hátt. En fyrsta sýningin opnaði í apríl 2015. Nú, mér sýnist svo að þessi vinna hafi farið fram að nokkru leyti að mestu leyti í sjálfboðaliða starfi. Þannig að fólk kom hérna inn og vann ókeypis að þessum endurbætum. Sem að segja kannski eitthvað til hvers konar rými þeir hugsuðu þessu. Nú, það voru 5 sýningar aðrar og alls konar viðburðir haldnir hérna neðanjarðar og þær pössuðu allar svona nokkuð vel innan þessa tilgangssafnsins sem var að opna listaheiminn á Íslandi fyrir nýjum straumum og stefnum og tilraunum í myndlist. Þannig að það má segja kannski að jafnvel áður en að punksafni kom þarna inn, þá var augljóst að rýmið væri alveg fullkomið fyrir svona tilraunastarfsemi og mótspyrnu kannski og listræna tjáningu og svona ýta aðeins við þessum ramma hjá okkur. Nú, í maí 2016 auglýsti svo Reykjavíkurborg eftir hugmyndum að starfsemi á Bankastræti 0 vegna þeirra breytingar sem höfðu þegar verið gerðar á rýminu var talið að það hentaði sérstaklega vel fyrir safnið að sýningu. Nú, í auglýsingunni kom sérstaklega fram að það væri verið að leita eftir verkefni sem myndi auka líf og fjölbreytni í miðborginni. Það voru náttúrulega ekki allir allskostar ánægðir með það að nýlistasafnið var að henta út af rýminu og þau vildu halda þessu áfram þessari tilraunastarfsemi. En það var úr að Punksafn Ísland var fyrir valinu. Nú, í viðtali við RÚV sagði Dr. Gunni, þetta besti staðurinn sem hægt að hafa fyrir svona safn, eða hafa svona safn á. Það ekkert listasafnskjaftaði. Þetta bara klósett, þetta punk. Og þar með var nýlistasafnið komið út og punkið var komið inn í staðinn. Og það opnaði dyr sínar 2016 í nóvember á Kvennaklósettinu á Bankastræti 0. Og það margt svolítið spennandi við þetta safn með þessum hugmyndur sem ég hef kynnt fyrir ykkur. Sýningin fellir nefna mestmagnis á mjög hefðbundnum sýningarháttum og uppsetningu safna yfirleitt, en þá má finna svona einstaka þætti sem að gefa sýningargestum ákveðið valdi við túlkun og merkingu sýningarinnar á mun virkari hátt en almennt þekkist á menningarstofnunum af þessu tagi. Nú, söfn eru yfirhöfuð mjög íhaldssöm og það hafa mjög ákveðin svona verkramma og hvernig ætlum við að koma til skila punki innan þess ramma. Þegar punk anarkismi. Hvernig ætlum við að koma því fyrir á einhvern raunverulegan hátt og gefa þessum anda og stemningu sem fylgir punkinu skil á safni. Þannig að þetta alls ekki auðvelt. En það nokkur þættir sem að safni nýtir mjög vel til þess að gera þetta, til þess að skapa þessa stemningu. Nú, í fyrsta lagi þá maður tala einfallega staðsetninguna, það miðbærinn. Punk tónlist borgarinnar, ekki sveitarinnar. Og hún á heima á mölinni og í borginni, þar sem að stemningin þar sem að djammið og svo framvegis. Það talað að þetta sé einhvers konar urban helvíti fram yfir rómantíska náttúru. Við vildi ekki slappa af, við vildi tryllast. Þannig að sagan byrjar inn á sýningunni líka áður en að punki kemur til stefnunar. Þannig að fyrsti panellinn inn á safninu segir Ísland var numið, þá voru víkingar og hugsanlega einhverjir írskir munkar en það var ekkert punk.
Þannig að þeir eru að staðsetja sig strax í sögu Íslands áður en að punkið jafnvel kom inn og sagan heldur svo áfram í gegnum myndir og texta og svo framvegis í gegn. Tengingu í fyrri notkun rýmisins nú, fyrsta lagi það þurfa allir að nota klósett, þannig að þetta er ákveðin samjafnari með mannkyninu og dýraríkinu, þannig að sama hvar við erum stödd í lífinu, hvort við erum konur eða karlmenn, unga eða gömul, fötluð eða annað, skiptir ekki máli. Við þurfum öll að fara þangað niður í einhvern tímann. Þannig að þetta er ákveðin svona karnevalismi. Þetta er jöfnuður og viðtekin gildi og hefðir snúast einhvern veginn algjörlega á form, við erum komið neðanjarðar í einhvern veginn allt öðruvísi rými, jaðar samfélagsins. Safnagestir, það er til dæmis líka, þau gera þetta á alls konar hátt líka að tengja þetta við fyrir rými. Þau sjáum kannski hérna niður hægra megin, þarna er klósettskál sem að þau hafa haldið, þetta er ennþá bara básar. Og það er klósettskál og það er búið að krumpa saman svona punkmyndum og hátölurum og líma svolítið gróft fyrir og svo er punktónlist sem kemur upp úr þessu. Þannig að sko, sjálf uppsetningin er tengd salernskálum. Þannig að það er náttúrulega líka bara beintenging við fyrir rými. Nú, safngestir taka virkan þátt í opinberum skilaboðum safnsins. Þetta er eitt af því sem ég var sérstaklega spennt fyrir og þetta er hrædd við, er að ég fekk rauðan penna í hendurnar og mér var sagt að króta á vegginn. Og það er bara gestabókin. Þannig að þú skrifar eitthvað á vegginn og ert þar með endanlega að skrifa þín skilaboð, þína merkingu og þínar hugmyndir upp á vegginn. Og ég geti skrifað hvað sem er. Og það er akkurat svolítið í anda punksafnafræðinar. Í staðinn fyrir að vera með einhverjar kannski hugsanlega spurningar skráð sem að enginn sér eða skrifa nafni í einhverja bók sem að sumir skoða, þá er þetta veginn. Þá er þetta bara hluti af sýningunni endanlega. Og það er alveg sérstaklega skemmtilegt. Nú, svo er það ýmislegt fleira. Það er eins og kids hugmyndir. Það eru mjög mikið af svona kids elementum á þessari sýningu að mörgu leyti. Og það bara er hluti af þeirra markastefnu líka. En punk nýtti kids og fjöldaframleiddar neysluvörur og notaði það einhvern veginn sem ögrun gegn viðteknum gildum og það voru að nota það á þann hátt sem þeim var ekki ætlað og svo framvegis. Þannig að það er ekki nýtt í punkunni heldur endanlega. Nú, punkið hafði yfir höfuð óbit af því sem að taldist tært eða stórfenglegt, þannig að þú gast fyrir mig niður einhvern veginn innanfrá, þá var það náttúrulega bara alveg frábært. Nú, sýningarhönnunin, það er mikið sem að er einhvern veginn rifi, það er svart teip, sumt er einhvern veginn skakt og virkar eins og að ganga inn í einhvern veginn svona underground skemmtistað, hávar tónlist og þröngt og stemning, einhvern veginn punk tónleikara, jafnvel bara unglingaherbyggi. Þannig að þetta er dálítið sérkennileg upplifun, en það er einmitt kannski það sem að fangar dálítið þessa hugmyndafræði og stemningu sem að punkið er. Og það má taka fram, sem er náttúrulega svolítið skemmtilegt, er að þessa skakka, skalda, svarta teipi hluti af hönnuninni. Þannig að þetta er tilbúin niðurrif. Og það er kannski einmitt svolítið, hvernig þetta tengir svolítið erfitt þessi safnaheimurinn og punkið. Svo er það starfsmennirnir. Þeir eru nú bara punkarar, eins og hann Fríkipunk sem er hérna á myndin hjá mér. Það þekkist á söfnum að vera með fólk sem að tengist þeirri sögu sem er verið að endurspegla. Þannig að það í sjálfu sér er ekki endilega nýtt inn á söfnum, en það getur virkað gífurlega vel af því það er bein, lifandi tenging við umfjöllunarefnið og það er mjög skemmtilegt. Nú í lokin þá vil ég líka minnast á að þau eru með mjög óformlegt málfar bara á sjálfum safnatekstunum og það er nú eitthvað sem er frekar nýtt. Þannig að þau eru með slangurirði og enskuslettur og ýmislegt fleira og það er eitthvað sem að fásögn hleypa inn á þessu magni. Þannig að þetta er mjög óformlegir stuttir textar sem eiga þá að skapa einhvern þessa stemningu líka. Ég vil segja bara nokkur orð hérna í markaðssetninguna. Þetta er eitt af því sem að mér fannst svolítið skemmtilegt. Nú, af því að það sem er svolítið fyndið kannski við þetta punksafn er að það verður augljóslega að taka þátt í þessum túrismaiðnaði sem við erum með á Íslandi. Þannig að þeir eru augljóslega að markaðssetja sig fyrir ferðamannaströmmin. Bara augljóslega. Það er bara hluti að þeir eru bara markaðsstefnu. Þeir eru með til dæmis þessar M&M-fígúrur og glansplaggut og ýmislegt fleira þarna að og þetta er bara mjög mikil svona pop sögumennska. Þannig að þau eru að taka þátt
í það sem gerist í dag í menningarmálunum og söfnunum að þau að markasetja sig fyrir utanaðkomandi fólk í mun meira mæli. Þannig að spurningin fyrir hvernig þetta safn og það raunverulega endurspegli þá eitthvað innan við. En aftur þá, þannig að þá svolítið skemmtilegt við það að það í sjálfu sér heldur ekki nýtt, af því að það það sem gerðist í punkið. Það var á endanum, bara endaði og lyfta samfélaginu aftur, því það getur ekkert staðið í aðrennum lengi sem að ógna þau. Á einhvern tímapunkti það verður það nostalgískt og skemmtilegt og krútað og það bara tekið okkur inn í samfélagið. Og það svolítið sem þessi markaðsstefna minnti mig á. Þannig að það kannski líka einmitt þetta, að þetta líka kannski eins og við tala þetta kids sem getur bæði grafið undan og verið hluti af menningunni. Johnny Lydon, eða Johnny Rotten úr hljómsveitinni Sex Pistols, sem íkonísk punk-hljómsveit, hann opnaði safnið við Promp og Prakt og þar sem hann endurspeglar akkurat þessa markaðssetningu á punki skemmtilega vel, því að hann hefur til dæmis verið í smjörauglýsingu í Bretlandi og hann hefur tekið þátt í raunveruleika þættinum I'm a Celebrity, Get Me Out of Here á 2004. Þannig að hann nú kannski líka ekkert ókunnugur þess svona markaðssetningu. Hann var með popstjörnunum Katie Price og Peter Andre, ef eitthvað þekki þau. Þannig að það segir kannski svolítið til hvernig þáttur þetta var. Og þetta virkar svolítið fjarstæðukennt eins og Johnny Rotten í svona raunveruleika þætti, þið veitir. En hann var kannski alltaf hann sjálfur því hann fór þarna inn og var með svo svakalega svívirðingar að fólk kvartaði, bara hefur aldrei jafn mikið verið kvartað hjá BBC eins og þegar hann kom inn þátt. Það bara varð allt brjálað. Hann hefur sagði í viðtölum eftir á að hann reyndi að vera eins erfiður og dónalegur á gat í vonum að vera rekinn út strax á loknum fyrsta þætti. Hann vantaði bara pening. Hann vantaði pening til þess að geta, að því að hann var að standa í málaferli við Virgin Records vildi kaupa aftur höfundaréttina Sex Pistols lögunum og hann vantaði pening til þess. Og hann bjóst við því að hann væri nógu leiðilegur og erfiður eins og punkið aftur nú að vera og hann rekinn út strax en það sem hann glimti alltaf fólk hefur gaman að því þess að hann horfði á þessu raunveruleika þætti. Þannig að hann var bara hélt áfram og enginn vildi reka hann út þannig að hann gekk út loksins sjálfur og neitaði að taka þátt meir. Svo það Iggy Pop sem annar kannski svolítið skemmtilegur tónlistarmaður. Og hann hefur gert nákvæmlega það sama og hann hefur verið í alls konar auglýsingum og svo framvegis sem svona frekar kids markaðssetning. En hann sagði á fyrirlestri árið 2014, mér finnst það svolítið skemmtilega viðeigandi: If I want to make music, at this point in my life, I'd rather do what I want and do it for free, which I do, or cheap if I can afford it, and I can, and fund it through alternative means like a film budget or a fashion website. Both of which I've done. If I want to make money, well, how about selling car insurance? Það það sem hann hefur gert. Það var í auglýsingu bara. Já. Þannig að hann að segja að af hverju ætti ég ekki notfæri með þau tækifæri sem ég hef. Þannig ég geti gert hlutuna öðruvísi, þannig ég geti verið óhöfnitinn og anarkískur á öðrum sviðum í lífinu. Þannig að ég get notfært með þetta til þess að koma mér á framfæri. Og það kannski einhverju leyti það sem að safnið að gera. Þannig að það taka þátt í þessum umræðum og markaðssetningu á sama tíma og það reynir á einhvern hátt að skilja sig frá því inn á sýningunni. Þá var það ekki fleira hjá mér. Takk fyrir.